eins og púðutunna, uppteiknir bótt. Og svo það hestabóttið Sif frá Helgastöðum og Ólaði. Sjáum við þetta, hún getur allt þessu. Þriðjudagur, tóm gleði og hamingja, stóðhesta veisla var helgina, komu nokkur hross þar sem sá og sigruðu, myndum við segja. Og ég er komin í Hafnarfjörðinn því ég er með mannin sem sá og sigraði mig, Þorvaldur Árni. Komdu sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Gaman að sjá þig og gaman að koma í hesthústíðin. Kannski við byrjum bara svona kannski á stóðhestaveislinni. Ef við byrjum bara á Sif. Hver er þessi meri og hvaðan kom hún? Þetta er stórt spurt. Sif er undan Geisla frá Sælugötu og ég man nú ekki móðuréttina nógu vel. Ég held að móðurinn er held ég undan Prins frá Ólafsvatni. Hann á hann Ásgeir Svann, góða vinur minn, Geiri Kóka. Hann fékk hann í Ármóti hjá Hafliða. Já. Fyrir það veit ég nú kannski ekki alveg mikið eignarhaldið, en Daniel Jónsson sýndi þessa meira á sínum tíma og hún er með feikna dóm. Meðal annars með 9 fyrir tölt og 9-5 fyrir vegur reið. Og ég veit að ég fór með Geira fyrir rúma ári síðan, 1,5 tæp. Þegar hann skoðaði hann í Ármóti, Steingrímur var að þjálfa hana þar. Ég fæ ennþá gæsað við tilhugsunina sko. Já, það er bara svoleiðis. Já, þetta er ótrúlegt ross. Ótrúlegt ross. Þú varst nú með Brag líka, hann stendur nú hérna við liðina og hvernig hann til að segja frá því. Þetta er nú góður hestur. Já, þetta er fínn hestur. Þetta er úr þinni ræktun? Já, ég svona allavega eigna mér eitthvað hlut af því. Við eigum hann saman, Sigrún Sigurðardóttir og ég. Og þetta er svona, hann hefur verið samvinnuverkefni hjá okkur. Fær hún að fara á bak? Já, hann langar mikið. Já, hún betlar í gallinum. Það þarf svolítið að betla, sko. Já, það er svoleiðis. Já, þetta er svona einn af þessu sem ég slepp ekkert mikið tökum á, sko. Nei, ég veit að það liggur aðeins á mig líka, hún stjarna nú hérna á móti okkur, öðru sæti í allra sterkustu. Hvernig hross er þetta? Það er erfitt að lýsa hrossum, þetta er gæðingur. Þetta er bara, við erum mjög nátengd orðið. Miklir vinir. Stundum ekki að miklir vinir. Nei, fer hún í fílútið? Hún verður sár út í mig. Ef ég kem ekki fram með hana þeirri virðingu sem að hún telur sig að skilið. Er hún prinsessa? Já, algjör. Eiginlega ekki prinsessa, hún er drottningin í húsinu. Hún er bara drottningin í húsinu? Já. Það er, sko, hann er gaman að horfa hérna yfir í Hafnarfirðinum, hérna er fullt af hrossum, við erum búin að labba aðeins hérna á milli og skoða og hvað er eitthvað sem stendur upp úr ef við tökum svona kannski þessar skæðustu stjörnur aðeins út? Er eitthvað ungt á uppleið? Já, þetta er, sko, held ég bara þau hross sem við erum með hérna eru allt mjög álitlegir hross. En hvort þau ná eitthvað tíman á sama stall og þessi 3 sem þú ert búin að nefna, það verður bara tímanlega ljós, sko. En þú ert með skemmtilegur hross? Já, það er gaman í vinnu. Nú ertu komin í bæinn, nú ertu alltaf búin að vera í sveitinni og það hlýtur nú að vera pínulítið öðruvísi að ríða hérna út heldur en í náttúrunni, eða svona beinni náttúru. Já, þetta svona, það voru svolítið viðbrigði að koma í bæinn, sko. Sérstaklega bara svona allt hestahaldið, allt í kringum þetta. Maður er vanur að vera með, sko, bara tún fyrir utan hjá sér og mikið á hólfum og kannski getur þá leyft sér að hafa þetta meira úti svona. Þannig að það er svona aðeins öðruvísi að hestahaldi hérna, en hvað útreiðarleiðir og annað var það náttúrulega, það er frábært að út hérna. Það jafnast á við allt það besta sem til er annar staðar held ég. Þannig að eina sem við söknum er það að geta ekki leyft út í hólf? Já, og svo er ég bara svona mátulega mikil félagsverða, sko. Þannig að það oft, sko, væri ég alveg til í að vera lengri burtu frá öðru fólki, sko. Okay. Vera aðeins meira út af fyrir mig. Það er kannski betra orðað að þannig. Ertu snertifælinn? Nei, ekkert sérstaklega. Ég veit bara aldrei hvað ég á að segja. Nei? Það er svona lítið fyrir vandræðalega þagnir. En sko, þeir segja það að það eru góðir vinir saman og þá geta þeir þagað saman líka? Já, mjög finnst gott að ég á svoleiðisinni. Þá er ein spurning með hana Helguðina, þegir hún mikið? Já, þau eru nált mér allavega. Já, það er þannig. Hún er bara búin að átta sig á þessu. Já. Þannig að þið eru komin í Hafnarfjörðinn og ykkur líður vantilega vel hér. Hvað
er framundan? Sko, nú erum við búið að vera allra sterkustu og það er stóðastaveisla og hvað er helgina til dæmis núna hjá þér? Herðu, það er norðurljósasýning á Hafliða. Já. Þar kemurðu fram með... Þar kem ég með, ég veit ekki hvað röð, ég á að telja það upp. Nei. Ég kem með þessi 3 hross hérna sem við tölum um fyrst. Sif, Stjörnu og Brag, Reitról. Svo er bara að halda áfram að þjálfa og vonandi fer eitthvað af þessum ungur hrossum í dóm í vor. Og svo ætla ég að reyna að keppa eitthvað. Og ég er nú svo sem með alls konar hross, ég er með mikið hrossum sem við eigum sjálf núna. Þannig að þetta er svona kannski öðruvísi uppsett hjá með þennan veturinn heldur en oft áður. Ok, mikið fyrir sjálfa þig? Já, og ég er svona kannski, ég kem til með, ég er ekkert æstur í að sýna á fyrstu sýningu eða annarri eða ætla bara, mér langaði bara svolítið að breyta til, ég er búinn að kenna mjög mikið í vetur. Og geta þá verið meira með mín hross, það er dýrt að halda hesta og einhvers staðar þarf að tekjur að koma. Og í staðinn fyrir að þjálfa of mikið, sem sagt, eins og maður hefur kannski þurft að gera, vera með mikið í þjálfum fyrir aðra og mín hross hafa svolítið setið á hakanum. Þá hef ég reynt að sinna meira mínu, vera með færra, ég er nú aðalega með fyrir Geira. Og svo fyrir góðum minn, Jón Elvar á Hrafnagili. Ég er með svolítið að hrossum fyrir hann. Annars er ég með sáralítið fyrir aðra. Ok, kannski í beinu framhaldi kemur það bara spurning með þín hross, er eitthvað til sölu? Það er svo sem, þannig það er alltaf allt falt þegar fyrir rétt verð og þegar manni finnst að vera kannski klárt í það að gera eitthvað. En það er svo sem kannski ekkert sem mér liggur neitt verulega á með, sko. Nei, hvar eftir kynbótasýningar í sumar, eða kannski bara fyrir kynbótasýningar, þá verður væntanlega þessi stóðvestur einhvers staðar í Hólfi, Bragur? Hann verður hér hjá mér eitthvað fram eftir maí. Mér langar að pröfa mig aðeins með hann í keppni, fara kannski í eina tölkeppni og jafnvel að taka þátt í gæðingamótinu. Okay. Eftir það verður hann upp í Holtsmúla og verður þar í sumar. Notaður þar á húsi eitthvað fram í júní og svo fer hann bara í Hólf. Þannig að það er þetta að sækja til þín og svo í Holtsmúla? Já, það er náttúrulega fyrst og fremst hann er nú farin frá mér tiltölulega snemma. En hann verður hér eitthvað fram í maí. Allt gott. Sko, ég held að sé ekki neitt annað að gera heldur en að spurja það eins út í heimsmeistaramót. Aftur? Já. Erum við eitthvað lengra komin í því hvað við förum með þangað? Sko, fyrir að fyrsta þá veit ég ekkert hvort ég fari þangað. En mér langar að reyna mig í úrtöku. Ég verð að byrja þar. En svo verður annan bara eins og ég sagði við, það verður bara komið ljós. Já. Hvert hrossi verður eða hvort ég yfir höfu fer. Ef þetta, sko, það er þannig með þegar maður er með hross fyrir aðra, þá tekur maður ekki ákvarðanir einn, sko. En spennandi. Já, og ég meina, ég kem til með að keppa, hvort það verður þar eða annað og reyna að gera mitt besta. Flott. Sjáum við á Norðurljósasýningunni, ein spurning á lokum, ætlarðu að leggja á fyrir okkur? Já, ég var að hugsa um það. Á hvað ætlarðu að leggja? Ég var að hugsa um, sko, að því að þegar ég fóru til Tryggva, já, þá tók hann, sko, gæðingafimmuna, já, sem að mér finnst svolítið vera mitt, sko, ríða svona í ringi og svona. En ég er að hugsa um að leggja á og ríða beint og svolítið hratt. Já, þá að taka Tryggva á þetta? Já. Þú veist, það er Tryggvi 2000 og frændans Finnur 4000, þeir eru verið spenntir að fylgjast með þér. Já, ef þeir eru vakandi, mér sýnist að helstu fréttum að sofa alltaf annarkvort þeirra. Þetta er yndislegur þessi hestæmur, þetta einhvern veginn, það rúllar allt svona á milli. Já. Nú getum við að skjóta norður og nú kemur skot, ég get alveg lofað það kemur tilbaka. Ég þekki Tryggva þá vel, það kemur eitthvað tilbaka. Það er klart. Við skulum fara og við skulum ríða beint og hratt. Ég líst mér vel á. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like
We're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We start the fire, then we burn it up. When we're sober now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, let the march play down. Bara ef þú hundur, þá bara grýpur fyrir augun. Þá sérðu hvað sem ekkert hvað að gera. They gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. See, they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. See, they gon' put it out, out. Hvað þetta að segja eftir svona túr? Ég ætlaði nú ekki að fara á bak en sæll. Snildar hestur. Þorri, takk. Það var lítið. Til að hafa mikið með frábæran hest. Þakka þér fyrir. Og hérna, ég hugsa að verði svona, ég láti líða svona 2-3 daga bara þá til ég fer í hesthúsi og mér og ríð út. Kemur þá bara aftur og ferða þannig á morgun. Hitta hann upp fyrir sýningur helgina? Já. Já. Norðurljósa sýning, það er næsta verkefni. Það er næsta verkefni. Og svo er það bara keppni. Svo bara keppni, við bara sjáum til. Ég veit svo sem ekki hvar maður byrjar en Nei. það styttist í það. Það styttist í að tímabilið byrja krafti. Já. Hvernig hérna allar að spá einhverju fyrir okkur fyrir sumarið? Verður þetta heitt eða kalt? Ég er rosa lítill spámaður. Ja, því að þeir eru að spá okkur í kuldakasti sko, ég var bara spóið. Ég er rosa lítill spámaður. Hann sagði hann Heimi Gunnars hérna þulur og kynnir á stóðhestaverslinni að hann frétti það einhverstaðar fyrir mánuðu síðan að sumarið myndi lenda á helgi í sumar. Það er bara fínt sko. Er það ekki ánægilegt fyrir okkur? Jú, bara gott fyrir okkur. Snillingur. Ekki okkur hestamærendar. Við Nei. erum aldrei í frí helgar. Takk fyrir okkur, takk fyrir komuna. Sjáumst um helgina. Takk. Takk hérlega fyrir okkur. Ég ætla bara að fara heim og ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að gera. Allavega ég er bara í skýjunum eftir þennan túr. Þó stuttur væri og mér langaði til að fara lengra, ég fæ bara að koma aftur. En við sjáumst á Norðurljósasýningunni á Fák og svo er það sjálfsögðu kvennatöld í Spretti. Þar verður hörkustuð og svo mándur ekki gleyma því að stóðhestasýningin er fyrir norðan. Þar ætlum við að vera líka. Það er ekki flóknar heldur en það. Takk fyrir okkur. Over and out. To the sky, 'cause we got the fire, fire, fire.